Það var sagt fyrir nokkrum árum það leyti sem Suðurnesjamenn byrjuðu að berjast fyrir stóriðju í Helguvík að þeir ættu eina nú þegar, flugstöð Leifs Eiríkssonar. Nú svo komið að flugtengd starfsemi og ferðaþjónusta orðin langstæsti vinnuveitandinn á Suðurnesjum og ekki líklegt að neinn taki það toppsæti á næstunni. Það ekki óalgengt að yfir 20.000 manns fari gegnum flugstöðuna á einum degi og brottfarir og lendingar oft vel á annað hundraðið. Það því oft fjör á fjölónum í flugstöðinni og vissulega hefur líka reynt á starfsmenn í þessu sprengju sumri í aukningu ferðamanna. Hlynur Sigurðsson framkvæmdastjóri Keflavíkurflugvallar OHF. Nú ég staddi hérna Hlynur miðjan september í flugstöðinni. Það brjálað að gera ennþá. Þetta búið að vera algjört sprengju sumar? Já, þetta sumar búið að vera gífurlega mikla aukinni. Við erum að horfa á 23–24% aukningu í sumar sem 10% umfram það sem við vorum að búast við. Mikil aukning. Og þið hafið þurft að gera ýmsa hluti. Nefndu mér þess að fá hluti. Þið hafið þurft að taka út í staðið ána. Hvað margar flugvélar að fara oft á stað hérna á mótana? Já, við erum að kannski að horfa á það að það kannski 25 vélar hérna á álagstíma að fara hérna á stað og aðra 25 kannski að koma. Og við þurfum að grípa til þess að nota rútur mjög mikið á fjarstæði. Þannig að við erum með 10 rútur í notkunni í sumar og að meðaltali kemur kannski sumum óvart að meðaltali kannski yfir 3.000 farþegar hverjum einasta degi að fara til og frá flugvél í rútu. En það nauðsynlegt til þess að við náum að halda í við þá aukningu sem Ekki farþegar útlendingar sem Íslendingar þeir orðnir vanir því að nota rútur? Jú, rútur komið til að vera. Það ekkert bara til þess að leysa eitthvað vandamáli í stuttan tíma. Það bara rauninni góð fjárfesting til þess að ná að halda utan þá aukningu og sérstaklega ef sú aukning í skamman tíma í einu að tryggja það að það flæði sé nægilega gott. Hafið þið náð að halda í, ef ég get spurt þannig, þessa miklu farþega aukningu, hún hefur verið að gerast svo hratt. Það hlýtur að taka tíma að stækka byggingarnar hérna og bregðast við allri þessari miklu fjölgun. Já, við höfum leyst þetta með þessum rútustæðum sérstaklega að við erum að auka hérna staði sem að þú getur komið inn og út úr flugstöðinni og þú getur notað það mikið betur og auki þá flugvélar sem geta þá farið hérna á sama tíma. Þannig að við höfum verið að auka undanfarnum árum úr því að vera 14 slott eins og við köllum það í 18 og það fyrir það næsta árið 2016, sumarið 2016 að fara með 22 slott. Svo við ráðum við þá þurfum við að bæta við hérna þrjú fjarstæði austan við flugstöðina og þar þurfum við að ráðast í stóra framkvæmdir, mikla fjárfestinga upp á tæpa 3 milljarða að stækka fargangskerfið, flokkarna þá sérstaklega, til þess að rauninni að kerfið ráði við þann fjölda taskna sem kemur á sama tíma, bæði fyrir þá brottfararfarþega sem við þurfum að fara í gegn og líka skiptifarþega sem við þurfum að fara og töskurnar flokkast niður á mismunandi marga vélar. Það einmitt staðurinn sem að maður hefur oft séð mjög mikla mannþröng, væga sagt, í innritun. Nú hafið það undanfarnum árum verið að taka í notkun sjálfsafgreiðsluvélar. Hefur það ekki létt á þessu? Það hefur létt mikið á þessu og sem hefur þýtt það við höfum ekki þurft að stækka bygginguna. Við höfum aukið hraðan allstaðar í innritun, í fargangskerfinu fyrra þar sem við bættum tvöföldum aðkostinn, en aukningin aftur á móti hefur verið mun meiri en við reiknuðum með svona mörg ár í röð. Þannig að við þurfum að ráðast í þessa framkvæmdir með fargangskerfið og auk þess að vörumóttakan líka sprungið fyrir vörur inn á út úr flugstöðinni og sorpið sömuleiðis. Þannig að það verður gert í leiðina bætt úr því að samanskapi gullnalið þar sem að starfsmenn fara inn á svæðið til vinnu. Það líka sprungið og við munum í leiðinni þá rauninni auka afköstin þar með betri aðstöðu fyrir þá starfsmenn sem fara í gegnum öryggisleið til að komast inn á svæðið. Hluti af þessu dæmi öllu að þið njótið góðs af því gagnvart rekstri hérna inni í flugstöðinni. Þið tengist öllum þessum rekstri þó þið séu ekki að reka nema lítinn hluta af þessu. Hvernig hefur það komið út í sumar? Nú var þetta svona hluta af þessu var gagnrýnt þegar akkur þessi voru valdir frekar en aðrir. Hvernig hefur þetta svo gengið núna í sumar? Það hefur gengið mjög vel. Farþegar hafa tekið þessu bæði verslunum og veitingastöðum mjög vel. Það hefur sýnt sig að aukningin í sölu og veltu, bæði á veitingastöðum og í verslunum, langt umfram þá farþegaaukningu sem sem þýðir það að þeir eru ánægðir með það vöruúrval, það vöruverð sem í boði, sem skiptir miklu máli vegna þess að megin forsenda að það formið samkeppni verslunaraðstöðu og veitingaraðstöðu í flugstöðinni,
var það að við myndum fá auknar tekjur til að geta byggt Keflavíkurflugvöll og flugstöðina upp til framtíðar til að geta tekið aftur á móti fleiri þá farþegum. Þið eru með endalausa stórframkvæmdir í vændum á næstunni, þannig að það er í rauninni erfitt að fara að tína eitthvað meira til heldur en þú hefur gert. Nei, nákvæmlega, og við erum búin að vera plástrar eins og við köllum undanfarin ár og síðasta, við skulum segja, stóra verki sem við erum að fara í er á næsta árið þetta sem ég talaði um áðan, upp á 3 milljarðar til að stækka farangursafköstin, en síðan er niðurstaðan masterplansins að koma á næstu dögum og vikum og þá getum við sagt að þá erum við farið ennþá stærri framkvæmdir, 20 milljarðar framkvæmdir til x margra ára, kannski til árið 2040, en þá aftur á móti vonandi getum við þá unnið frekar aðeins lengra fram í tíman heldur en eins og við erum að gera í dag að þetta er allt að vera tilbúið á morgun. Er búið að samþykkja masterplanið eða er það í vinnslu núna? Það er í lokadrögum og verður kynnt stjórn í næstu viku og ef að það gengur eftir þá verður þetta kynnt niðurstaðan í október fyrir almenning. Fram til Keflavíkurflugvalla til nokkra tuga ára? Já. Það má segja framtíð bara atvinnusvæðis hérna og uppbyggingu á svæðinu á Reykjanesi. Við erum staddið hérna í öryggisleit farþega. Þetta er svona innkoma farþeganna rétt eftir innritun Hlynur. Það er nú búin að vera ansi þéttar biðraðir oft hérna í sumar og það hefur verið talsvert kvartað yfir því. Já, þessi gífurlega mikla farþegaukning hefur ollið því að þetta hefur verið aðeins meiri bið farþega gegnum opnuleit og afköstin ekki alveg ráðið við þetta. Við vorum að búast við 14% aukningu á farþegum hérna en sem er 220.000 aukning á meðan við árið fyrra, ef við tökum í júni, júlí og ágúst samtals. En raunin var 130.000 fleiri eða 350 farþegar og það í einni trafík þýðir kannski 200-300 fleiri farþegar á sama tíma. Og það er alveg rétt að það hefur stundu verið erfitt og farþegar þurft að bíða lengi eftir þessu en við höfum brugðist við því með því að vera á útköllum með starfsmenn og samanskapi erum við líka að ráða fleiri í flugvendina, 40-50 manns núna þessa dagana sem hafa verið þjálfun undanfarnar 2-3 vikur. Þannig að við erum að sjá að við förum að ráða vel við veturinn og það erum búin að gera ráðstafinn fyrir næsta ár þannig að við munum ekki lenda í þessu aftur næsta sumar. Það er verið að tala svipaða aukningu, farþegaaukningu á næsta ári eins og var núna og það var sprenging í sumar. Eru þið tilbúnir fyrir það á næsta ári? Já, við teljum okkur vera það. Við vorum að spá að við farum með 4,5 milljón farþega í ár, við förum sennilega 4,9 milljón farþega og nýjustu spár okkar gera ráð fyrir annarri milljónin viðbót eða tæp milljónin viðbót eða við farum með 5,8 milljón farþega. Við teljum okkur vera að gera þá hluti og það er fjárfestingar og ráðningar af starfsfólki sem við munum gera það kleift að næsta sumar verði töluvert betri þjónusta hjá okkur hérna gegnum flugstöðina. Nú er orðin komin talsvert þensla hvað starfsfólk varðar á Suðurnesjum. Það er ekki sama framboð eins og verið hefur eftir þegar það var meira atvinnuleysi. Hefur ykkur gengið ágætlega að ráða? Já, það var að sjálfsögðu mikið samkeppni starfsmenn síðasta vor, sumarstarfsmenn bæði hjá okkur og öðrum flugafgreiðsluaðilum og nýjum verslun og veitingastöðum á svæðinu. En auglýsingar núna í haust fyrir ráðningar fengum við 200 umsóknir til dæmis í flugvendina og erum að ráða 40-50 og það er mjög gott á þessum ástíma. Þannig að það er töluvert af fólki sem ennþá er að leita starfa og vill vera að vinna hjá okkur. Hvað með öryggisleitina? Nú sé ég að það eru tækninýjungar á ferðinni. Hvernig hefur það gengið? Það hefur gengið með smá byrjunarörðugum, gengið mjög vel að farþegar hafa tekið þessu mjög vel. Það er þannig að það er meiri pláss fyrir farþega í okkar nýju sjálfvirku öryggisleitarvélum og bakkarnir eru stærri og fara sjálfur tilbaka og þetta er líka þæginda fyrir starfsmenn. Þannig að upplifun farþegar mun betri fyrir utan það að þegar allt er í lagi þá er þetta með 20% betri afköst því að fleiri farþegar komast hraðar inn á verslunar og veitingasvæði. Ný tískuvöruverslun opnaði í flugstöðinni í sumar, hún heitir Airport Fashion og þar er fjölbreytt úrval af tískuvöru með heimsþekktum merkjum og eins frá mörgum íslenskum hönnunarfyrirtækjum. Airport Fashion er í rúmgóðu og björtu húsnæði á góðum stað í stöðinni, en hvernig hafa viðtökurnar verið í sumar? Móttökurnar er búin að vera rosalega góðar, við erum mjög ánægð. Hvað er það helsta sem þið eru að bjóða upp á? Þetta er mikið blanda, þetta er mikið íslensmerki og erlend, þekkt og sem við erum að koma með nýjinn á markaðinu í Íslandi.
Þannig að þið eruð að sinna íslensku merkjánum? Algjörlega, þau eru mjög vinsæl og Farmers Market sem er mjög stórt hjá okkur. Þetta er alltaf eitt af söluhæsta merkjana hjá okkur. Þannig að það er mjög ánægilegt. Og erum að taka fleiri líka. Þannig að við erum að hitta fleiri hönni og koma fleiri íslensku merkjum hérna inn. Hvað eru íslensku hönnuðunar að gera? Er þetta bland í poka, getur við sagt, fyrir konur og kalla? Já, algjörlega. Farmers Market er bæði fyrir konur og kalla og líka börn. Þannig að sen eru með spakmannsberjur sem er engins fyrir konur. Feldur, það er mikið tekið í gjafir. Og við erum með veski úr fiskinni, roði, sem hefur verið mjög vinsæl, bæði fyrir konur og kalla. Þannig að þetta er alls konar bland. Er þetta bland líka viðskiptavinninir, Íslendingar og útlendingar? Já, ég tel að okkar flugvellir sé svolítið öðrum í Evrópu og það er meira Íslendingur sem versla hérna. Þannig ég myndi segja að væri alveg helmings og helmings. En það verði líka mjög góð og Íslendingar nýta sér það. En útlendingarnir, eru þeir að kíkja á íslensku vörurnar, íslensku hönnunina? Já, algjörlega. Og þeir líka þekkja svona svolítið verðin. Þannig að þeim finnst oft ódýrara að versla hérna, heldur kannski í sína heimalandi. Hérna á vellinni hjá okkur. Eitthvað sem hefur komið þér á óvart í sumar? Bara hvað fólk er ánægt með okkur. Góða viðtökur og hlökkum bara til framtíðinnar. Fleiri merki inn og meira viðskiptavinnum. Eru þið að stefna, hvernig hefur svona þessi stærð, nú komið þessu sagði í byrjun, þið komið hérna alveg splunkun inn á markaði með nýja verslun. Er þessi stærð á verslun og það sem þið eru að bjóða upp á, er þetta svona að ganga vel upp að þínu mati? Já, og sen erum við líka aðlega svolítið að markaðnum. Við erum nýjum sem segir, þannig við erum líka að læra markaðin. Þannig við erum mjög opið fyrir breytingum og erum að taka nýjum merki sem við teljum að vanti. Þannig við erum líka að læra markaðin og aðlega okkur að honum. Þannig bara framtíðin er mjög bjart til í okkur. Veitingastaðirnir í flugstöðinni hafa eins og aðrir fengið góðar móttökur og vinsæll réttur á veitingastaðnum Nord er sykursaltaður þorsknakki með appelsínu og kardimómu. Erum við að tala um alvöru veitingastað í flugstöðinni? Sigurður Frosti er yfirmatreiðslumaður Nord. Við á Nord gerum svolítið út af það að breyta upp á svona aðeins fínni mat heldur en mathúsið. Mathúsið er með góða mat en við leggjum aðeins áherslu á svona flottari mat og við erum með lamb og naut og annað flott. Við setjum þetta upp diskinn svona eins og við værum að presentera þetta á svona fínni veitingastöðum og ég held að það sé svona svolítið nýtt. Við leggjum áherslu á sjávarrækti og þá náttúrulega fiskurinn kemur sterkur inn. Er Íslendingurinn að fá sér líka svona? Já, aðeins minna. En útlendingurinn hann elskar þetta. Hefur ekki aðeins að smakka þetta. Svona, þetta er nú eiginlega ekki matreiðsluþáttur samt, en við tökum hérna einn bita svona bara upp á sportið. Það er ekki að smjatta lengi en þetta er mjög gott. Við erum hérna í lokin á komusvæðinu fyrir túrisma sem er að lenda á Íslandi. Þetta er búin að vera hálfgerður bastar á þetta svæði hérna í mörg ár. En það er búin að gera hluti núna. Já, bæði viðurkennum það. Við erum mikið þrengsli með aukning af farþegum á sama tíma. Bæði töskumegin og líka eftir að kemur út úr tollinum að þetta verið mikið þrengsli og það sem við gerum fyrir sumar við lengdum töskuböndinu 25%. Þannig að það hefur verið aukið hraðan þar en að biðtími farþega þar hefur minnkað. Að samanskapið eru búin að stækka byggingunni komum megin 500-600 fermetra þannig að biðsað fyrir farþega orðið allt annað. Auk þess fórum við að færa þá þjónustu sem var hérna til staðar, færðum 10-11, færðum bankann, færðum rútumiðabásana og munum stækka líka fyrir bílaleigunar. Þannig að allt, það kom miklu meira svona welcome to Iceland feelingur í þetta hjá hérna komum megin heldur en var kannski áður í þrengsli. Já, hérna var oft mjög mikið af fólki þó að sé ekki mikið að gera akkurat þegar við erum hérna núna en þetta tekur vel á móti fjölda. Já, þetta er mun betra. Sem dæmi var það stundum það þröngt hjá okkur að raðir í gegnum tollinn voru bara alla leið inn á töskusal. Þannig að fólk komst ekkert áfram út úr byggingunni. Þannig að við urðum að ráðast í þetta og með þessari aukningu sem við fyrir að vera næsta ári, með 4 slottu viðbót, þá hefði þetta verið ennþá þrengra þannig að við urðum að ráðast í þetta.